Ég er mjög spennt fyrir Young Thug. Ég er búinn að hlusta mikið á nýjustu plötuna hans. Ég var bara að gleyma að hann var að koma þangað til í gær. Þá myndi ég, já, Chronic Life er Young Thug. Þannig að ég er mjög spenntur. Sko miðað við það sem er í gangi núna á hinnar old gefnu útgáfur, þá held ég að íslenskt rap eigi mjög mikið inni. Ég held að íslenskt rap verði alveg mjög dominant næstu 5-10 árin, sko. Ég hef engan áhyggjur af því að þetta klárist. Ef þetta klárast þá er það náttúrulega bara feitt líka, skilur við. Það gerist eitthvað annað feitt. En ég held að það sem gerist næst verði hvað sem er alveg frekar líkt, sko. Hvort sem það er hip-hop eða hip-hop, sko, R&B tengt undirspil. En, sko, íslenska rappið er náttúrulega bara mjög dominanti núna. Sturlull Atlas, við náttúrulega gerum allt á ensku. I'm going on without you, up to no good when I think about you. Joey Christ að gefa út núna eina plötu ensku, eina plötu íslensku. Vinir mínir stunda glæpi, ekki ég satt bara væpið. Íslenska platan verður örugglega miklu vinsælli bara því að hún er á okkar lýra. Sko ég náttúrulega, ég veit ekki hvort þið það, ég er blanda af Pharrell Íslands og Puff Daddy Íslands. Ef þið sænið mig, þá verð ég í tónlistarvídeónum ykkar. Eins og í Kota Suge Knight, sko. Ég þekki Birgi Hákon. Nýjum hluti til að prófa, það gerist alltaf eitthvað óvænt. Ég segi það, Birgi Hákon myndi snemma útgáfufélaga, þá væri hann þinn íslenski Suge Knight. Ja, hann mætir upp á svið og alltaf bara eitthvað, þetta er bara mjög vindilinn. Það þyrfti að halda nokkrum mönnum og nokkrum svölum. Ég var að segja þetta. Ég er búinn að vera að hugsa, maður þarf að vera maður hugsa þetta vel, maður vill ekki móðga fólk. Hver væri þinn íslenski Vanilla Ice? Svo það á. Það var að segja Friki Dór eða eitthvað ekkert. Ég man það svo vel. Máli, Friki Dór er hinn íslenski, sko, hann er hinn íslenski, sko, wow, maður, ég var næstum búinn að segja R. Kelly. Það er ekkert næst að vera hinn íslenski R. Kelly, þá ertu ekki á góðum stað í lífinu, sko. Nei, Friki Dór er definitív hinn íslenski Usher, sko. Make it say, no limit. Það elskar hann allir og hann er geggjaður R&B, söngvari. Hinn íslenski Vanilla Ice, hann er ekki kominn, heldur, sko. Hver var það? Þorvaldur Davíð? Var hann ekki við skólarapp? Er það ekki svona one hit wonder? Hér í skólanum er skemmtilegt að vera, það er skrampið margt. Annars, Birgi Hákon maður, tekur Þorvald Davíð, fær öll stefngjöldin fyrir skólarapp. Það þyrfti að vera eitthvað sem ég geti haldið á, sko. Ég myndi ekki vilja missa neitt, sko. Ég myndi örugglega þurfa að púlla Michael Jackson, sko. Og það væri, við búum ekki í landi með mörgum háhýsum. Þetta væri 3. hæð á Grettisgötunni eða eitthvað. Það myndi sleppa.